sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna hins vegar núna á þriðjudagskvöldi og já, við erum komið með næsta viðmælanda sem Hilmar Guðlaugsson, knattspyrnuþjálfari og já, hann byrjar að þjálfa í Noregi. Heill og sæll, Hilmar. Já, blessaður. Hvernig hefurðu það? Bara þokkalegt. Já, það hefur ekki verið neitt stuð á þér Verslunarmannahelgina? Nei, ég get ekki sagt það. Nei. Bara komið fyrir hérna í Noregi. Já, og hvernig já, þú ákvaði núna að fara að þjálfa í Noregi, hvernig kom það til? Herru, það var í gegnum hann Kitta Guðmund sem að býr hérna í næsta bæ. Hann bætti á mig og þannig hófust viðræður og eitthvað öðru og ég komin hérna bara út. Hvernig lið þetta sem þú ert að taka þarna við? Þetta heitir hvað? Flóró handball eða hvað heitir lið? Já, Flóró. Já, þetta er lið þriðju deild kvenna og með ungan og efnilegan hóp sem að vilja byggja á til framtíðar. Og uppi staðan eru 16 og 17 stelpur sem eru komið upp í félaginu og svona þeim til aðstofar eru nokkrir eldri leikmenn sem hafa verið hérna áður og það eru búin að vera núna í ykkur 2 ári í þessari þriðju deild. Já, þannig að þetta skipað svona mjög ungum leikmönnum. Já, þetta er mjög unglega. En já, hvernig hefur verið áður svona í kringum Noregi í þjálfun? Nei, ég hef bara þjálfað heima og var nú síðast á Selfossi bara með yngri flokka og þar áður í HK með meistaraflokk kvenna í 5 ár. Kom hann í staldraði stutt við með Basta með meistaraflokk kvenna til 2 ára. Já. En já, hvernig hefur fundið svona kvennahandboltinn, já svona hann má ekki segja að hann sé búin að heima á landi í Íslandi, það má segja að hann sé búin að taka svolítið breytingum frá því að þú byrjaði að þjálfa eða ekki, já það er búin að fjölga svolítið að liðum? Jú, þetta er mikla breytingar síðan ég byrjaði að þjálfa meistaraflokk kvenna. Ég hef verið í kringum meistaraflokk kvenna síðan 2008, hversu leis. Ég meðan þá voru nú bara, hvað ætlaði það að verið? 10 lið, 11 lið þegar það byrjaði. Og það er ansi langt síðan að voru 2 deildir í meistaraflokki kvenna. Já. eins og var núna í fyrra. Já, telur það sé betra einmitt að hafa svona 2 deildir heldur en eina svona risastóra deild? Já, ég held að það sé mjög sterkar að vera með 2 deildir og liðin er að berjast að komast upp og fall og allt það og það gerir þetta bara mjög skemmtilega. En svona eins og aðstöður í Noregi sem þú hefur séð, er þetta góð aðstæða til æfinga og leiki? Aðstæðan hér er mjög góð. Hérna í þessum bæ sem er 9.000 manna bær, þar eru 2 íþróttahús og góð keppnishöll og öll aðstæða bara með besta móti. Þeir allavega ætla sér stærri hluti heldur en að vera í þriðju deild, þannig að þetta er svona fyrsta skrefið í átt að því að hlúa vel að þessum hóp og reyna að koma þeim upp svona á innan fárra ára að koma liðin upp í aðra deild. Þannig að það eru settar bara kröfur á kallinn? Já. Fyrsta krafan náttúrulega bara svo að falla ekki núna næsta vor, sko. Þú veist, og rauninni það er númer 1, 2 og 3 og svo bara er á leiðum að byggja upp lið sem að getur fæst í annaðu deild. Já.
þeir gera sér alveg grein fyrir því að liðið ungt og svo leiðis og það getur allt gert í þessu en það er verið að vinna í því að styrkja liðið meira með reyndari leikmönnum þannig að það þurfi ekki að fara niður. Þetta er alveg stremdið að vera í þessari þriðjudeildina. Það getur alveg getur bara verið mjög erfitt. Þannig að, það má segja, þú þekki það náttúrulega að byggja upp, þú ert náttúrulega búin að koma uppbyggingu hérna í HK í gegnum tíðina og svo núna síðast á Selfossi að byggja upp svona, framtíða leikmenn? Jú, ég var ágætlega reyndur í því að byggja upp leikmenn og vinna með ungum leikmennum og það er kannski ástæða líka fyrir að þeir leita út í mín og jú, allir sé ekki ágætlega að sjá það í því. Nákvæmlega. En svona, það er kannski, hvað er svona skemmtilegast eins og, þú sem þjálfari, er það ekki eitt af toppnum, það er að fylgjast einmitt með, ungum og efnilegum leikmönnum og sem að halda svo áfram? Taka framförum? Jú, það er náttúrulega mjög gaman að sjá leikmenn bara að vaksa og ná árangri, verða betri með hverju árinu og sjá leikmenn sem að kannski sjálfa þegar voru ungar séu komnar inn í allandslið og svo leiðis. Það er virkilega gaman. Já. En þú varst að benda á Kristinn Guðmundsson, þjálfari hérna, hann er nálægt þér, er ekki líka Halldór Stefán Haraldsson, hann er líka að þjálfa hérna í kvennadeildinni líka? Jó, hann er svolítið norður, hann er í Volda og við getum hérna með, það er eitthvað 50 mínútur á milli okkar. Hann er í annar deildinni og var að komast upp í fyrstu núna og það er mjög spennandi tímar hjá þeim líka og þeir eru báði með lið í svona bélið sem spilar í þriðjudeild og reyndar er Halli í öðru svæði en ég spila ekki við liðið hjá honum en ég spila þetta bélið sem að Kitti er með. Þannig að þú passar upp á þannig að Kitti er ekkert að fara að stela leikmunum frá þér eða nokkuð? Nei, ég vona ekki en það er nú mikið samstarf á milli félaga hérna þannig að menn er ekkert mikið að draga leikmenn til sín frá nágrannum sko. Nei, okay. Meira svona að vinna saman bara að liðum og svo leiðis eins og Kitti, hann er í samstarfi við annað félag hérna rétt hjá líka sem er svona frekar lítið og þannig hjálpa stærri klúbarnir þessum minni félagum til þess að búa til umgjörð sem að hentar þeim fyrir leikmennum. En við ræðum aðeins boltan þetta heima, það eru heldur betur búið að vera mikið breytingar á liðunum og fleira bæði í báðum ólisteildunum. Hvernig líst þér á þessu ólistild karla? Það eru stór nöfn að koma heim, má ekki segja að þessi deild verði jafnvel eins mest spennandi og hefur orðið áður eða svona sterkari? Jú, deildin heima er klálega að styrkjast með því að fá alla þessa leikmenn heim og það er náttúrulega engin smá nöfn eins og Bjöggi er komin í Haukana og fleiri, þú veist, svona leikmenn sem hafa verið í atvinnum en bara lengi og það verið virkilega gaman að fylgjast með því og svo vona ég nú að Stöð 2 verið með flotta umgjörð í kringum handboltan og sem gerir þetta ennþá betur fyrir okkur handbolta áhuga menn. Nákvæmlega. En svona, ef þú myndir skjóta núna með svona mannskap hjá liðunum, er eitthvað lið sem að stendur upp úr svona, pappirum? Myndir þú halda fyrir komandi leiktíð? Ég held að þetta verði bara mjög spennandi og jafnveld. Ég er ekkert endilega vissum að eitthvað liðið eftir að skara eitthvað meira fram úr heldur en önnur. Og vonandi bara fyrir áhörendur og áhugamenn, þá verður þetta bara mjög spennandi og
hörkuleikir, ég meina það gefur auðvitað að koma svona sterkir leikmenn í klúbbana og þeir dreifa sér nú á klúbbana, þannig að ég held að þetta verður bara virkilega gaman að horfa á. En það má segja að það verður gaman að fylgjast með, en nú heldur betur búið að vera mikil veisla hjá unglingalandsliðum okkar. Hefur eitthvað náð að fylgjast með þeim? Ekkert að neinu ráði. Ég sá nú í dag að strákarnir í 19. liðinu, þeir unnu Japani með 2 mörkum og þar var nú Teitur Örn Einarsson aðalmaðurinn á vellinum með 10 mörk og einhverju 7 stóðsendingar og maður leiksins. Og það er bara frábært að hafa þessi landslið í verkefnum og þau eru nú að standa sig bara vel. En svo umræða oft handbolta. Þú ert einmitt líka handboltadómari. Það er mikið verið að ræða alltaf að margir segja ofta að koma skotklukka í handbolta. Ert þú eitthvað sammála því? Nei, þá held ég nú að fari rosalega mikið út úr boltanum svona sem að eins og við erum vöðum, sko. Ég er ekki á því að ekki endilega að setja inn skotklukku, en auðvitað er þetta rosalega mikið svona matdómara og menn eru að kalla eftir kannski skýrari mörkum á því hvenær á að dæma leiktöð að setja hendina upp og svoleiðis. En mitt mat er það að þetta einu bara vera eins og við nótum þetta er. Það má ekki vera að hringla mikið í þessum reglum, það er búið að breyta nógu miklu undanfarið. Já, það er alltaf, handboltinn er alveg að taka stanslausum breytingum alltaf. Já, þetta nýjasta með bláa spjaldið og svona, þú veist, þetta hjálpa náttúrulega til. Hvað var það þessi grófi brot og svoleiðis, en það verður að passa að þetta sé ekki oflókið heldur. En Hilmar, svona í lokin áður en ég sleppti þér, það er þú öll familjan eða ekki er að koma sér fyrir bara í Noregi? Jú, ég er einn hérna núna í tómu húsi og er að bíða eftir búslóðinni og fjölskyldan kemur hérna í 18. ágúst og þá verð ég með þetta allt klárt hérna. Já, segir hún vera eitthvað að þjálfa með þér eitthvað? Nei, hún verður nú ekkert í handbolta þjálfun. Hún fer í rektina hérna og sér þjálfun þar og lætur það duga kannski til og svo sjáum við til hvað gerist. Já, þannig að hún heldur þér í formi? Hún heldur gamli í formi. Hilmar Guðlusson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þið sem allra best út í Noregi. Við heyrumst að sjálfsögðu þegar eitthvað er liðið á leiktíðina. Já, þakka kærlega fyrir. Bestu þakkir. Já, Hilmar Guðlusson, þjálfari í Noregi, hann tók við Flóró handboltaliðinu. Flóró handboll, þeir leika í þriðju deild. En eins og hann kom inn á, þá er þetta lið byggt upp á ungum stelpum og flesta 17-ára og eru bestar í sínum aldursflokki mitt á þessu svæði. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þessu verkefni. En við ætlum næst að fara í akstursíþróttir og akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar, það er að fara að halda alvöru afmælisveislu núna næstkomandi laugardag og við fáum að heyra meir um það hér innan skams. Annars eru komin lokatölur úr leikjum kvöldsins byrjum hérna í körfunni 18 ára kvenna, það sem var hörku loka sekundur, það sem að Austurríki hafði betur 52-55 og þetta var alveg ótrúlega jafn leikur þessar loka sekundunar. Þegar 29 sekundur voru eftir voru íslenska landsliði með stelpunum okkar með boltan og í sókn, en það var dæmt á þær svo þegar 24 sekundur voru eftir og Austurríki náði því að skora svo víti og við áttum svo loka skoti sem fór ekki onni því miður, en 52-55 loka tölur, það var 15-15 eftir þriðja leikluta og 17-17 í fjórða leikluta, þannig að þetta var fyrir hálfleikurinn sem að Austurríki fór með okkur. Í pepsdeild karla, Víkingur Reykjavík IBVF 1-1
Mikael Mægard Jakobsen, hann